Það Martin, tap í kvöld en hörku framistæða, samanlega því? Já, bara klálega. Við maður spila á móti einu besta liði í Evrópu, móti besta leikmann í heimi og drullu fúlir að enda ekki með sigur í dag, sko. Þú veist. Þetta kannski margt sem að hefði mátt betur fara, bara eins og alltaf í þessari íþrótt en við vonum bara frábæri í dag og leikplanið flott og mér fannst við fylgja því bara fullkomlega og þetta var minnsta stigaskor besta leikmann í heims. Þú veist, þessi leikur og Jón Axel bara frábæri varnarlega á hann í kvöld og bara aftur þetta óréttlæti sem að kannski skilur á milli og sem að gerir þetta svo ógeðslega erfitt, sko. Það svo erfitt að fá enga virðingu og vera einhvern veginn ekki á jafningagrundvelli, finnst mér persónulega. Þú veist, það tekur svo rosalega á og það hleypir svo, þú veist, dregur bara alla orku úr manni og þú veist, en ég get bara ekkert annað en verið stoltur á okkur og þessu liði og vera á þessu stórmóti í leikjum alltaf og við erum búin að vera brjálægir eftir hvern einasta leika því að við erum þarna og það hefur aldrei verið áður, þú veist, fyrsta mótið höfðum engu að tapa og það var bara, þú veist, gaman að vera með og allt annað var pluss. 2017 heldum við kannski að við værum betri en við værum, vonum bara ekki komnir þangað sem við heldum, en núna erum við bara komnir þangað og erum bara í leikjum á stórmóti alltaf sem að hefur bara ekki verið eðlilegt hjá íslensku landsliði áður, þannig að við erum bara, megum líka bara vera mjög stoltir af okkur, sko. Góð punktur þetta. Manni líður eins og á þessu móti sem stuðningsmaður þessa liðs að þið séuð ekki lengur að máta ykkur á móti liðum, þið séuð raunverulega bara í leikjum. Já. Nei, þú veist, það bara komin krafa og við setjum þess að kröfu á okkur líka og við tölum það fyrir mót og mér finnst við bara að vera bakkað upp, sko. Þú veist, þetta ekki 2017 þar sem við ætlum að vinna 2 leiki en við bara vorum engan veginn nógu góðir í það, sko. En núna finnst mér að vera að bakkað upp og bara með kannski smá meiri heppni og smá svona, ég veit það ekki, þú veist, kannski bara reynslu, þú veist. Það enginn vanur að vera á þessu sviði fyrir að spila á stórmóti fyrir sína þjóð, þú veist, við bara höfum ekkert verið hérna og 8 ár í körfubolta rosalega langur tími, þannig að þetta bara svolítið nýtt fyrir okkur öllum, alveg sama hvað menn hafa spilað, hvaða leiki menn hafa spilað, þú veist, þetta bara allt annað að vera að spila í íslensku treyjunni á stórmóti og ég held að það sást bara best í dag, mér fannst við svona best stiltir í þessum leik með að við kannski fyrstu 3 og það sýnir bara að við erum að læra kannski stilla orkustigið og bara, já, vonandi verðum við bara með á næsta móti líka, sko. Þú persónulega þessu leik, þín besta sóknarframmistaða kemur yfir að þetta allt töpskilur en þú veist, þetta hafa verið svona gaman að sjá hann fara niður bara snemma í leiknum. Já, komast í takt við það? Já, auðvitað, þú veist, ég búinn að vera að bíða eftir þessu og kannski óréttlátt svona, þú veist, umtalið sem hefur verið að því að margir af þessum þristum sem ég þurfti að taka voru í lok skóklukku sem að náttúrulega bara, þú veist, tóka mann ennþá meira niður og auðvitað maður dekkar náttúrulega alltaf svakalega í þessum leikjum og ég held bara að svona, kannski ég hafi sett óþarfa pressu á sjálf á mig og bara ekki verið nógu vel stiltur í þessum fyrstu 2-3 leikjum, ætlaði mér á mikið og eins og segi, bara setti svona óþarfa pressu á mig sem að ég bara hefði engan veginn þurft og hefði bara kannski átt að, já, sem að skrifast líka bara á reynsluleysi að minni hálfu á svona stórmóti. Það leitur út í dag? Já, þú veist, ég var ég sjálfur í dag, þú veist. Þannig að það var ekki eins og ég hefði gleymt hvernig á að spila körfubolta eða þú veist, gleymt hvernig á að hitta í körfuna. Þetta var bara, þú veist, ég lét leikinn bara koma til mín og bara treyst við strákunum og kannski var að vera að búa aðeins meira til fyrir mig í dag. Ég var kannski búinn að vera þröngbúinn svolítið mikið og fara kannski fram úr mér sem alls ekki minn leikur. Þannig að en það var gott allan að sýna fólki að að Martin Hermannsson ennþá hérna. Alveg að lokum. Fyrirliðin ykkar spila 100. leikinn. Nokkur orðum Ægir Steinarsson sem leiðtoga eða fyrirliða í þessu liði. Bara hvað á maður að byrja, sko. Þetta bara drifkrafturinn í okkar liði og ég vona að fólk og ungir leikmenn sé að taka, horfa á hann inn á vellinum, taka sér hann til fyrirmyndar. Ef við værum með 5 Ægir inn á vellinum, þá værum við á leiðin til Lettlands núna. Þetta bara betri liðsmann finnur ekki innan vallar sem utan. Setur alltaf liðið í fyrsta sæti
gefur alltaf allt sem hann á í leikina og þú veist, ég hef spilað með endalaust af leikmönnum og þú veist, þetta bara, þú finnur ekki svona mann neins þar í heiminum. Hann bara uník og bara, já, besti fyrirliði sem ég hef haft á ferlinum, sko. Við þá loka áriðin, Martin, kæra þakkir og gangi ykkur vel á fimmtudaginn á móti Frökkunum.